Þetta er verkefni 20 í D-hlutanum, 20 fellibylur. Ég ætla að fara í lið 18 og 19 í þessu myndskeiði. Og smelli ég hér í entermerki fyrir neðan orðið BLS og ætla að kalla fram efnisyfirlitið. Það er hér í References, Table of Contents. Ég ætla ekki að velja þessi tilbúnu snið frá Microsoft, heldur ætla ég að fara hér í Custom Table of Contents. Ég ætla að velja hér útlitið formal og ég vil sjá hafa blaðsíðunúmerin með og OK og þá kemur þetta svona. Ég ætla að smetla hér, þetta er þrep 2 í efnisyfirlitinu, Table of Contents 2 eða TOC2 og ég ætla að færa töluna þannig að hún standist á við F-ið hér. Þannig að ég ætla að fara á Home, fara í örvalykilinn hér og finna TOC 2 í listanum. Það er hér og fer í Modify. Ég fer í Format Paragraph og ég vel hér 0,7. Indentation left 0,7 og OK. Og OK. Ég loka þessu og þá sjáum við að talan eða kaflanúmerin standast á við bókstafina hér. Ég ætla að ýta á hægri músanapp og velja Update Field og Update Entire Table. Líka hægt að ýta á FN á lyklaborðinu eða FN og F9. Síðan ætla ég að kalla fram myndayfirlit og fer ég í References, Insert Table of Figures. Ég ætla að velja hér mynd. Ég ætla að velja útlitið formal og ég vil ekki hafa blaðsíðunúmerin sýnileg. Þannig ég tek hakið af hér og segi OK. Hér ætla ég að kalla fram töfluyfirlit, Insert Table of Figures. Taflan kemur upp, ég vel útlitið formal, það er þegar valið og tek hakið af og OK. Og þá er ég komin með efnisyfirlit og töflu og myndayfirlit. Ég ætla aðeins að fara hérna í View og fara í Zoom hérna og ég ætla að skoða hérna nokkra síður saman. Sjáum við hérna yfirlitið. Forsíðan, efnisyfirlitið, fyrsta síða, önnur síða og svo framvegis. Og blaðsíðunúmerin kom ekki fram á forsíðu og efnisyfirliti. Þannig að ég ætla að fara aftur bara í 100% og ég ætla að vista.